yfir þetta, hvernig þetta tók sig allt út? Já, það sem ég að lýsa það að á Íslandi búið að vera sama samfélagslega normið í marga áratugi. Fólk upp úr 20 þá fer það eignast íbúð og eftir menntun þá kaupa þessir íbúð. Þetta búið að gerast kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð. Síðan allt í einu þá mæti mín kynslóð, gerir allt eftir bókinni, nákvæmlega eins og allir hinnir, taka bara lán á þeim kjörir bjóðast, en skyndilega kemur síðan bankahrun, þannig að við erum síðust í röðinni, þannig að allt í einu okkur smeltin í skuldafangilsi. Og núna erum við búin að fylgjast með þeim rífast í þættininum í 2 ár og öll úrræðin þeirra, allar niðurstöður eru alltaf eins. Við eigum alltaf að vera bókhaldslega gjaldþrota. Við eigum aldrei að komast upp úr þessu. Öll úrræðin gangi út á það að þú ert bara 10% gjaldþrota eða þá við ætlum að lengja þessi láninu, þú ert áfram gjaldþrota en þú getur alltaf að lifa einhverju lífi en þú bara munt aldrei eignast neitt. Og ég pínlítið að reyna að benda fólki á það að við gerðum ekkert á okkur. Við gerðum allt eins og þetta hafði verið gert fram að því. En umræðan hefur alltaf snúist það að koma sökinni á þá sem tóku lánið og skamma þá. Þetta er pínlítið eins og sitjir í skólabekk. Það er 29 manns búin að fara upp á töflunni og svara dæmið 2 + 2 sama sem 4 sem mætu við númer 30 í röðinni og þá eru allt í einu lamin með reglustykki í höfuðið fyrir að sama sömu spurningunni með sama svarinu. Og maður segir, við verðum aðeins að fara að horfa á það, fólki gerði ekki neitt af sér en það er búið að skella því inn í fangilsi og ég er miklu bjartsýnni á framtíð Íslands heldur en fólki sem var hérna í panelinum hjá þér. Ég segi þetta er land framtíðarinnar, ég segi bara í framtíðinu þá eru 4 hlut sem skortir hjá mannkyninu, það er land, það er vatn, það er orka og það er matur. Og Ísland á ofgnótt að þessu öllu saman, en það er búið að skella hérna cirka 20.000 manns, einni kynslóð, í box, við eigum aldrei eignast neitt. Hinir fá eignast eitthvað en við eigum bara... Skýrðu þetta aðeins betur út fyrir okkur, hvað þú ert að fara. Það er náttúrulega það sem gerist það að það verður hérna frelsi á lánamarkaði og húsnæðisverð ríkur upp í leiðinni. Þú kannski ferð aðeins yfir þetta. Hann Óli Teitur bent að koma með tölur sem útskýrir þetta ágætlega. Fyrir nokkrum árum síðan, þegar það er 70% lán, þá segjum við að ef þú safnaðir 1.000.000, þú og konaðinn, og foreldrar ykkar lánaðu ykkur 1.000.000 viðbót, þá skilaði það ykkur íbúð upp á 6,7 milljónir. 70% lán. Leið og þetta eru 90% lán, þá eru þessar 2 milljónir að skila ykkur húsi íbúð sem kostar 18 milljónir. Sem er hreinlega 7-földun, allt í einu, á því sem þið eigið. Þannig að þetta er bara bein afleiðing af því að þegar þú hækkar lánshlutfallið svona mikið, þá spænist alltaf stað án þess að launin sé elta. Án þess að launin sé elta. Og það er það sem gerðist hérna, að lánsféð var miklu aðgengilegra og húsnæðisverðið rauk upp og það eru þau síðan allir að kaupa. Þú manst hvernig umræðan var. Frændiðinn, bróðinn, þá voru alltaf allir að stórgræða á einhverjum íbúðakaupum. Fólk þurfti að drífa sig inn að þetta væri allt of seint. Þannig að menn spila með sama leikinn og sama hátt, en allt í einu þá vorum við að gera glæpamönnum. Og takt eftir því að í 2 ár þá voru þeir mjög stíftar en að etja fólki saman. Þeir sögðu, við verðum að passa okkur að gera ekki neitt fyrir þá sem tóku erlendulánin vegna þess að þá eru þeir með verðtryggðu að hafa það svo slæmt. Og þjóðin logaði illdeilum bara milli þessara hópa. Allt í einu voru þeir sameinaðir með þessu gengisdómi og núna held ég að við þurfum að fara að hitta bankana, setjast niður og segja, þetta gengur ekkert. Það gengur ekkert að við eigum að vera hérna nokkur 20.000 næstu áratugina, eignast ekki neitt og gera ekkert annað heldur en borga ykkur. Þetta mun aldrei gerast, fólkið mun alltaf þrjóta örendið og það mun gefast upp. Annaðhvort vera gjaldþrota á einfaldan hátt eða erfiðan hátt að fara bara úr landi. Það rifjaðist upp fyrir mér orðið séreignastefnan og hérna sem voru oft talað hérna í gamla daga en hefur ekkert mikið notað og svo bara nokkrum dögum síðar þá sé ég grein eftir því Gunnar Smári, stóra grein sem heitir hérna í Guðs bænum ekki endurreisa séreignastefnuna og hérna við munum náttúrulega aðeins lengur en Óli og þetta er náttúrulega ekki fyrsta skipti sem hún einhvern veginn kemst í þrot. Nei, þetta er Sigtunshópnum, kynslóðinni. Það er svona kynslóð sem er í svipuðum stöðum og kynslóð Óla. Það var náttúrulega stöðnun hér fyrstu Davíðsárin þótt að við höfum gleymt í. Það var náttúrulega stöðnun hér í 7 ár. Þar voru mikið af fólki sem misti húsnæði þá og
og gafst upp að fara þessa íslensku leið. Þannig að hún hefur orðið fyrir áföllum aftur og aftur. Og það sem ég var nú eiginlega að benda á að hún gengur ekki, sko. Ef maður ber þetta saman með önnur lönd, að þá eru líklega 85% fjölskyldna á Íslandi sem búa í eigin húsnæði. Þetta hlutfall 42% í Þýskalandi. Og maður spyr sig, það vegna þess að þýska millistéttin hefur það svona miklu lakar en íslenska? Það vegna þess að við höfum hærri laun, hærri kaupmátt? Hér stöðugleiki meiri í efnahagsmálum? Þessi áhættu minna fyrir lægri hluta millistéttarinnar og láglaunafólk að fara út í húsbyggingar eða fólk nýkomur háskóla að kaupa hér sem að gera ekki í Þýskalandi? Og svarum við öllu þessu nei. Þannig þetta eiginlega, eins og heitir ljótur í íslensku, þetta meikar enga sens. En leigumarkaðan í Þýskalandi ansi góður. Leigusalinn má ekkert koma inn í húsið þetta í ár. Nei, það var náttúrulega eins og oftur hér. Það náttúrulega söguleg ástæða fyrir okkur við fórum upp í 85%. Það gerðist á 8. áratugnum þegar vinstristjórnin 71 setti þak á vexti. Það mátti ekki vera hærri vextur í Íslandi 7%. Meðan verðbólga fór upp í 30, 40, 50 og enda svo eitthvað minnum í 130%. Og það var náttúrulega neikvæði vextir. Og það var eiginlega eina vitið fyrir fólk í húsnæðismálum var að kaupa sem fyrst. Já, fólk náttúrulega eignaðist húsnæði og fekk það nánast bara ekki. Það var reiknað út, menn voru að þessu svona á 9. áratunum var reiknað út að það sá sem tók lán 1971, hann borgaði svona 30% af lánum tilbaka, sko, enga vexti, heldur borgaði bara 30% af lánum tilbaka. Og heildar áhrifin í samfélaginu voru þau að líklega voru 350 milljarðar að núvirði dregnir út úr lífeyrissjóðunum, bankakerfinu, íbúðalánasjóð og fleiri og settir inn í sem verðbólgugróði inn í íbúðarhúsnæði. Við komum út úr þessum áratug með 85% hlutfall í eigin húsnæði sem algjör vitleysa, bara absúrt vitleysa. Það ekkert samfélag sem getur staðið undir því. Þegar verðtrygging kemur á, þá lendum við strax 83 í áföllum með Sigtunshópinn. En síðan það þannig að íbúðarhúsnæði sveiflast, ekki bara á raunverulegu virði þess. Þannig að við sjáum þetta ekki, að það græðir enginn á því að kaupa húsnæði til lengri tíma. Það önnur hlið á því sem Gunnar Smári að segja, og það ef þú horfir á þetta sem hluta sparnaði fólks. Páll Ferguson bendir svo vel á þetta í bókinni sinni Peningarnir sigra heiminn í lokkaflanum fasteignir að þú átti ekkert að leggja 100% sparnaðinn í eina fasteign en öllum var sagt að gera það. Lána í 40 ár og þarna bara allur peningurinn í fasteign. En þú átti að eiga smá peninga, smá skuldabréf, smá hlutabréf og ef þú átt þetta allt, þá getur þú kannski fara að dreifa þér út í fasteign. Við vorum með þetta omvendt. Hérna áttu bara að vera í fasteign og síðan áttu að treysta því að lífeyrissjóðarnir fari ekki eins og lífeyrissjóð verkfræðinga á tappullu. En málið það fjárfesting í íbúðarhúsnæði tap. Það bara til lengri tíma. Þess vegna að kaupa búi í eigin húsnæði velsettur. Og þannig það í öllum þroskuðum samfélögum. Hins vegar sjáum við þetta ekki alltaf og þetta gerist annars vegar þegar eru neikvæði vextir, þá sjáum við þetta ekki og svo sjáum við þetta heldur ekki þegar íbúðaverð tekur að hækka skyndilega vegna skyndilegas kaupmáttaraukningar eða aukins aðgengja lánsfé, þannig að vera eftirspurn eftir húsnæði og það hækkar skyndilega. Og það eins og Íslendingar að normið sé 8. áratugurinn og svo þegar kemur eitthvað svona eignabóla eins og 2004 til 2006 að þá finnst okkur aftur komið svona normal ástand. Þá gátum við haldið að við værum óskaplega rík því að þetta var náttúrulega svona falsað góðæri. Þetta endar alltaf með harmi og þetta eiginlega það var tekin ákvörðun í Bandaríkjunum á Clinton árunum að minnka mismun í bandarísku samfélagi með því að rýmka möguleika fólks til þess að taka lán. Sérstaklega vegna þess að þeir sem ekki byggu í eigin húsnæði voru fyrst og fremst stóri hluti svartra og spænskumælandi. Þannig þetta var svo augljós mismunin í samfélagi vegna þess að það hefði kaupmáttarstöðnun í Bandaríkjunum undanfarna 30-40 ár. En út af jafnri eignabólu þá hefði fólk alltaf getað farið út í bankan og tekið út eignahækkunina og eytt henni. Þannig að það var eiginlega millistéttingar ordna sér við að safna skuldum meðan að kaupmáttur var flatur. En þeir sem ekki áttu húsnæði gátu það ekki. Og fólk sá þarna ákveðin mismun í bandarísku samfélagi og ákvað að hækka hlutfalli úr svona 66% upp í 72%. Hleypa fólki inn sem raunverulega hafði enga stöðu til að taka lán. Þetta svo kallað undirmálsláns fólks.
Þetta var til þess að bandarísku efnahagur hrundi og fjármálakerfi heimsins hrundi. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem menn eiga í kæruleysi að halda hlutfallinu upp í 85%. Þetta getur ekki endað nema með hörmungum. Þetta endar með hörmungum fyrir samfélagið og þetta endar með hörmungum fyrir fólkið sem er alltaf rakið út í ána með skuldir hingað og það þarf ekki að fella lemarsbræðra eða alheimskreppu. Það bara drukknar á 5-6 ára fresti. Ákvörðunin að hækka lánshlutfallið hérna var bara geðbilur. Já, bara mannvonska. En síðan það bilaðast að við þetta, maður heyrði á Birni Vali og maður heyrði á Vilhjálmi Bjarnasyni og talsmanni Samtaka lífeyrissjóðsins, er að menn halda að það sé rétt fasteignaverð í markaðnum í dag. Það er bara bull. Markaðurinn hefur ekkert fengið að falla vegna þess að bankarnir halda honum og íbúðalánasjóður halda honum og fólk býr í húsinu sínum án þess að það sé nauðungarsölur. Markaðurinn á eftir að lækka alveg helling. En menn segja hver á að borga þessar afskriftir. Það er alveg augljóst að þeir sem eiga þessar skuldir, þeir munu borga þessar afskriftir, en munum við gera það á vænanhátt með einhver svona þjóðasátt við skuldarna, eða munum við gera það á harðanhátt, þannig að fólk sé gjaldþrota og missi hús sín, eða skelfilega, þar sem við missum kynslóð á landinu, sem er kynslóðin sem á að manna hátæknifyrirtækin, sem er kynslóðin sem á að borga hátækjaskattinn. Þú ert alltaf með þessa afskrift, hún er inn í kerfinu, menn eru bara, þú er ekki að feysa hana, og það er til slæm, milligóð og mjög vond leið til þess að fara í gegnum þetta. En hvað með hérna séreignarstefnu? Erum við þá að... Ég er að reyna að skrifa fram í þessu sem hann segja. Ég er að segja, þetta er svona, ég er að beta nýtsi á þetta, sá sem veit hvers vegna þóli það sem er hvernig. Þetta við veitum hvert við erum að fara. Og ég er að segja, akkur horfum við ekki á afleiðingar séreignarstefnuna undanfarna 4 áratugi og sjáum að þetta gengur ekki og segjum við viljum samfélag þar sem að séreignarhlutfallið er svona nálægt 55%. Og hvernig getur það komist út úr þessu ófremdur ástandi sem við erum núna þangað? Nú er ákveðið tækifæri til þess því að þessar eignir, eigið fé er horfið. Það er tapaðist. Fólk keypti allt of dýra húsnæði, bankarnir lánuðu fyrir allt of dýrt húsnæði. Þannig að nú er ákveðið tækifæri til þess að bjóða fólki að raunverulega losna bara við skuldirnar og ganga inn í leigu. Og við sjá hvað margir eru til að taka það. Já, þú meina bara afskrifa bara skuldirnar? Já, og það bara, þeir sem það getur bara fengið fyrstu 3 mánuðina frítt eða eitthvað til að jafna sig eitthvað. Eða þú veist, bara því að þetta er bara þjóðhagslega svo hagkvæmt að höggva niður séreignarstefnuna. Það skapar líka ákveðna bara ró í samfélaginu. En þá þarftu náttúrulega að byggja síðan upp virkan leigumarkað, sanngjarnan leigumarkað, leigjendur njóta réttinda og... Eins og margt var alltaf rekið hérna á Íslandi. Það var þannig að hafa leigumarkað nú anstíkilegan, þannig að fólki myndir hrekjast í því að fara að byggja sjálft. Við munum nú eftir því á þessum á yngri árum okkar, hvernig þetta var að leigja og þetta er sem... Þess vegna er ég að taka dæmi bara bjart í sumarhúsinu sem er náttúrulega hrakin upp á heiðarnar, vitandi það að eitt vorið verður kalt og bústóðin mun deyja og líklega fjölskyldarnas líka. En hann fór samt upp á heiðina vegna þess að vinnumannslífi var óþolandi og hérna var þetta rekið vegna þess að menn trúðu í einlægni að verkamaður sem er skuldaðinn og ánskoti mikið, hann er ekki kommunisti. Það sem höfum leigumarkaði nógu slæman til þess að verkamaður rekist til þess að byggja sig þakka yfir fjölskylduna. Og sér naglhreinsa allar helgar. Og slíkur maður, hann vil ekki óróa í samfélaginu, það er bara öryggi. Og því sjálfstæðarflokkin. Ég er bara hjartanlega sammála Gunnar Smára. Ég held að Gunnlaug Jónsson skrifaði grein sem heitir 7 leiðir til að hætta að drepa og nú man ég ekki hvernig hún endaði og vingast af fólkið, sem er bara þessi leið. Fólk bara skilar eigninni sinni, bankinn afskrifar lánið, en bókar eignina, fasteigna sjálfa í fasteignafélögum og síðan bara byrjuðu að leigja. Og þá allt í, kannski er þetta bara besta sáttin, vegna þess að það eru svo margir sem verða svo illir leiður hér afskrift. Vegna þess að það verða allir svo reiðir að það sé einhverju að græða. Ég segi bara mín kynslóð, við erum bara nýbyrjuð, við erum nýlögð af stað, við áttum ekkert svo mikið fyrir. Leiðu okkur bara að byrja á núlli. Þetta líka hjálpa fasteignamarkaðnum, þannig að í staði fyrir að hvolfa þessum eignum aftur út á markaðinn og nauðungaruppbóðunum og þrýsta verðinu niðri, þá er þetta tekið út. Þetta er líka þannig að þú færð þannig valkostin að fólk getur skilið, fólk getur minkað við sig þegar voru gamalt þegar börnin fara. Allt í einu möguleiki á að byggja fasteignamarkað sem er virkur, hann er það ekki núna. Fólk er alveg sama hvort það leigir eða býr, er í einhverjum klafa í húsnæðinu. Þetta er náttúrulega svona gamalt á Íslandi. Það er ekki Tómas Jónsson sem er, ég hef tveggja herbergja íbúð í Hlíðunum. Það er allir orðnir tveggja herbergja íbúð í Hlíðunum hérna. Það er þrællhúsnæði sem það er ekki alveg nýtt á Íslandi. Við þurfum ekki að hafa svona. Við þurfum að hugsa þetta upp á nýtt og ég held að þetta sé einleið til þess. Takk fyrir, gaman að fá ykkur hérna, Óli og Gunnar Smári. Við skulum halda áfram að tala stjórnarskrána, stjórnlagaþing.